Jæja, góðan daginn, kæru áhorfendur og verið innilega og hjartanlega velkomin á Norðurálsvöllin með okkur á IA TV hérna. Það er bara risastór stund hérna framundan, fyrsti Evrópuleikur annarsflokks hjá IA gegn Levadia frá Tallinn í Eistlandi. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að lýsa þessum leik með ykkur og með mér er mér mikill heiður að fá að kynna IA TV leikmann ársins hjá Kára, annað árið í röð. Andri Júlíusson, velkomin. Já, takk fyrir það. Þetta er mikil heiður og gaman að fá að sjá þennan leik og sérstaklega fyrir sjónvarpsþyrsta. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, maður ímyndar sér bara að vera í þessum sporum sem að IA-strákarnir eru. Þú veist, þetta lítur að vera náttúrulega, þetta er þeirra stærsta stund hingað til á knattspyrnuferlinum, myndi maður halda? Já, ég myndi halda það, tvímælalaust. Og það er náttúrulega verið gaman fyrir þá að vera Íslandsmeistarar og 2 ár í röð að þá er þetta svona ákveðin gulrót sem að held ég öllum svona ungum strákum dreymir að spila. Já, nú ert þú uppalinn IA-maður og varst í allavega 2 Íslandsmeistaraliðum í öðrum flokki á sínum tíma. Hvernig hefði þér liðið að hafa þetta tækifæri á þeim tíma? Já, þetta hefði náttúrulega verið algjör draumur að fá að upplifa svona og ég tala nú ekki að aðeins að fá að prófa sig á móti svona útlensku liðum sko og ég held að þetta verði bara meira og meira spennandi eftir því sem að lengra þú kemst ef það gerist. Akkurat og það er bara strax í næstu umferð gæti verið spennandi mótherjar ef að þeir komast áfram. Þú myndist á hvaða lið er möguleika á, það er nú fortfrækt félag frá Breitlandi? Jú, það var sem sagt dregið í næstu umferð líka þegar var dregið á móti þessum og hinn leikurinn er Minsk frá Hvíta-Rússlandi og svo Derby County frá Englandi. Já, það er aldeilis spennandi hlutir framöndan en það verður náttúrulega mjög forvitnilegt að sjá hvernig nú eru bæði þessi lið eingöngu samsett af annars vegar Íslendingum og hins vegar eingöngu eistum og við náttúrulega Íslendingar vita eflaust ekki mikið eistneskan fótbolta og hvar hann stendur en Levadia hins vegar er eitt af stóru liðunum í eistnesku deildinni. Og það er eflaust fáir sem að vita mikið þetta lið. Þetta er félag sem er stofnað 1998 en þeir hafa verið í efstu deild samfleytt í 9 ára ef ég man rétt og hafa orðið meistarar 9 sinnum og síðast árið 2014 reyndar en bikarmeistarar, ekkert lið orðið oftar bikarmeistari hjá þeim í Íslandi, 9 sinnum einnig og 7 sinnum hafa orðið meistarana í meistaraflokki þannig að þetta er, þegar ég skoða þetta, er búin að vera í öðru sæti eða fyrsta sæti síðan bara 2012. Þetta er svona hljómarpínlítið eins og íslenska FH. Já, það er rétt, já. Það er kannski Íslendingar veit ekki mikið eistneskan bolta en já, það er rétt. Þeir hafa þetta er greinilega stórt lið í Íslandi og kemur ekkert endilega óvart að sé frá Tallinn. Það er svona, virðist vera öflugast þar. Akkurat. Og okkur sýndist í uppbytun að Elínbergur og Siggi Jóns þeir séu að stilla upp sama byrjunliði og hóf leikinn gegn Breiðabliki í bikarúrslitaleiknum núna daginn og við skulum kannski kíkja á það núna. Í markinu er Aron Bjarki Kristjánsson, aðri leikmenn eru númer 4 Benjamin Mehic, númer 7 Brynjar Snær Pálsson, númer 8 Ólafur Karel Eiríksson, númer 9 Gísli Laxdal Unnarsson, númer 10 Sigurður Hrannar Þorsteinsson fyrirliði, númer 11 Marteinn Theodórsson, númer 14 Eyþór Aron Völler, númer 15 Óskar Vasilevski, 17 Mikael Hrafn Helgason og númer 46 Jón Gísli Eyland Gíslason. Andri, hefurðu náð að sjá eitthvað af leikjum hjá öðrum flokki í sumar? Ég sé einhverja leiki, ekki marga en ég sá þennan bikarúrslitaleik og hann var alveg, ég segi sjálfur frá, stórskemmtilegur og bara sjaldan sem að sé svona hörkubolta í annarflokksbolta og Blikarlegi greinilega stórskemmtilegt líka og það sem að hreif mig mest í þeim leik var Eyþór Aron. Mér fannst hann eiginlega ekki ég spila með öllum hinum, sýnist mér en hann Eyþór, hann hreif mig virkilega og ég hlakkaði mikið til að sjá hann. Já, skaðaliðinu stilt upp í 4-4-2. Það er, varnarlínun eru Benjamin og Óskar Vasilevski, þeir eru verða hafsendar. Síðan eru væntanlega bakverðir eru þá Mikael Hrafn vinstra megin og Jón Gísli hægra megin, gerum við ráð fyrir. Og síðan
á miðjunni Brynjar Snær og Ólafur Karel voru bara virkilega sterkir mitt á móti Blikunum. Á miðjunni Gísli Laxdal úti vinstra megin byrjaði hann í bikarleiknum og Marteinn hinum megin og síðan Sigurður Hrannar og Eyþór Aron frammi. En þá það lið Levadia sem stillir upp í 4-2-3-1. Í markinu Andreas Kevin Pöldví, númer 30, síðan númer 7 Herman Ónas, númer 10 Karevi Pajumets, númer 11 Artjom Komlov, númer 14 Anton Krutogolov, númer 16 Andreas Jerve, númer 18 David Lether, númer 20 Hugo Henrik Lett, númer 21 fyrirliðinn Daniel Petrunin, númer 27 Rasmus Laumets og númer 80 Artur Holodov. Eins og áður sagði, allt saman heimamenn, allt saman eistar. Og þetta verður, ég bara eiginlega get ekki beðið eftir að sjá þessi lið mætast hérna bara til þess að sjá þennan samanburð líka. Íslensku fótbolti versus eistnesku fótbolti. Það sjaldan of sjaldan sem við fáum svona hreinræktað Íslendingar versus heimamenn í hinnu liðinu. Ég sammála því, ég ætla að byrja að hrósa þig fyrir framburðina á þessum nöfnum. Hvað fyrir? Bara greinilega búin að vera duglegur í dag að æfa þig og svona, en já, það rétt að þetta skemmtilegt, bara Íslendingar og bara eistar, þannig að það sjáum við svona pínu hvar við stöndum samanburði við hin liðin. Já, algjörlega, og þá kannski komið tíma á varamannabekkina. Hjá Skagamönnum Marvin Darri Steinarsson varamarkmaður númer 30, síðan Aron Snær Ingarsson númer 13, númer 22 Elís Dofri G. Gylfason, númer 23 Sigurjón Logi Bergþórsson, númer 24 Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson, númer 28 Aron Snær Guðjónsson, númer 40 Júlíus Emil Baldursson og þjálfarar sjálfsögðu Elín Bergur Sveinsson og Sigurður Jónsson. Hjá Levadia á varamenn númer 35 Armands Aparins, varamarkmaður númer 4 Erik Kruglov, númer 9 Karl Hendrik Freiberg, númer 22 Artur Voilenko, númer 25 Armin Pern, númer 33 Igor Sokolov og síðan númer 99 Ramai Sarejev. Þjálfari hjá þeim Robert Sadovski og við sjáum að fólk farið að mæta í stúkuna. Það virkilega gaman að sjá, þetta nú erfiður leiktími reyndar. Svo sem til að treysta á mikinn mannfjölda, en það strax farið að tínast hérna í stúkuna og sjálfsögðu hvetjum við Skagamenn sem eru búinir að kveikja á þessu að reyna að fá sér lausan kannski úr vinnu örlítið fyrr einu sinni og skella sér á völlin. Ágætis veður að blæsa aðeins hérna af suðri sýnist mér nokkurn veginn aðeins meira á markið hérna nær Sementsreitnum. Já. En dómari, það tríó frá Færeyjum. Kári Jóhannesson á höfdanum, Jörleif Djurhus og Jókvan Breckmann og Kristján Már Ólafsson þetta ekki eftirlitsdómari eða fjórði dómari? Kristján Már Ólafs, íslenskur fjórði dómari. En nú svona 6 mínútur í leik og þetta svona stund sem maður búin að bíða lengi eftir og það sem kannski líka virkilega gaman að vita af því að á næsta ári á sama tíma þá liðið búið að vinna sér aftur þátttökurétt í þessari sömu keppni. Já, það rétt, það virkilega skemmtilegt og það hlýtur að það risastór gulrót fyrir þá og sérstaklega þar sem þið taka titilinn og algjörlega yfirburðir í deildinni og þá mikið til að hlakka til næsta ári. Það vonandi að þetta haldi áfram bara. Já, alið í hann alltaf tapaði í rauninni bara einum leik í sumar og það var þessi bikarúrslit leikur í framlengingu. Já. Og það hlýtur að vera fyrir að koma út úr svona frábæru keppnistímabili að það sé ekki búið, að það sé eitthvað pínu framhald. Já, ég sammála því. Það fátt þreyttara á Íslandi heldur en undirbúningstímabilið. Það bara full langt og að geta framlengt í svona, að það framlengt tímabilinu. Það náttúrulega frábært. Algjörlega. Fara seinna í frí og æfa lengur og sem við allir viljum gera, það að æfa og spila. Og sérstaklega að spila svona leiki, það frábært. En nú náttúrulega velgengnin í öðrum flokki, við ræddum þetta svolítið bæði í útsendingunni gegn þegar tóku á móti Íslandsmeistarabikarnum, á móti Káa og eins í kringum bikarúrslitaleikin að megnið af þessum strákum ef ekki allir að spila meistaraflokksbolta meðfram öðrum flokk. Og þú eins og komst inn á, búin að spila með ansi mörgum af þessum strákum. Hversu mikilvægt myndir þú telja fyrir þessa annarsflokks stráka
að hafa meistaraflokksboltan með? Jó, ég tel það sjálfsögðu mjög mikilvægt og þó ég sé kannski pínu litaðar af Káraliðinu að þá finnst mér að ungi strákar eigi að spila fullorðinsbolta leið að geta. Það jú, ég skil það sem er baráttan titla og jafnvel svona leikir inn í og jafnvel þá peningar í kjölfarið. En svona sjálfur, ef ég væri að stjórna, það er erfitt að fara í þessi spór mjög, kannski einhverju taka sem maður er ít á, en þá myndi ég vilja að þeir myndu spila meiri meistaraflokksbolta og vera fyrr tilbúin í fullorðinsbolta. Það er mín sko. Já, og þú átt fullan rétt á henni og þú ert með, það er bara open mic, þegar að menn koma í settið og fá bara tjá sig. En nú styttist væntanlega í að leikmenn komin á völlinn, sjáum að þjálfarar og varamenn eru svona byrjar að tínast niður eftir. Elín Bergur fullur sjálfstraust. Já, ég held að ÍA-liðið náttúrulega er á fullan rétt á sjálfstrausti eftir þetta sumar og eins og ég segi, þetta að við vonum bara að þeir farið inn í þetta verkefni og þessi verkefni og til að njóta þeirra, framundan náttúrulega síðari leikurinn út í Tallinn. En vilja væntanlega koma allavega með hreint mark með sér út. Það lítur að vera kannski markmið númer 1. Já, ég hugsa að það sé svona mikilvægast í þessu að halda markinu allavega hreinu. Já. Og svo bara líka spennandi að sjá hvort þetta lið geti eitthvað. Já, akkurat. Við, eins og ég segi, við vitum álíka mikið og áhorfendur væntanlega með það. En alltaf verða til reiðu og nýja vallaklukkan sem var nú fengin sem skilyrði fyrir þennan leik. Já, það er svoleiðis. Já, mér skildist það nú einhvern tíðan. Ég veit selja svo mikið dýrar en ég keypti það. En langt síðan að spilaður hefur verið Evrópuleikur á Akranesi og það er annar flokkur sem að fær að njóta þess. Enginn Bjarki Steinn Bjarkason, það er kannski eitthvað sem að vissulega á annars flokks aldri en það er einhverjar reglur varðandi bæði fjölda leikmanna fæddir árið 2000 og eins þá mögulega einhverjar flóknari reglur það hverjir eru heimaaldir og svo framvegis. En hér koma þeir Færeyingarnir með liðin og eftir sér. Stund sem að margir hafa beðið eftir og ekki síst við hérna á IA-TV. Já, hvernig ætli síðast Evrópuleikar hafi verið spilaðir? Bara það er nú eflaust einhver búinn að grafa það upp. 2008. Nei, 2008. 2008 er hárrétt. Trommusveitin mælt. Þetta er virkilega skemmtilegt. Já, þetta er frábært að sjá. Það sé mikið af fólki og læti í stúkunni. Já. Það var náttúrulega alveg geggjuð stemming á þessum bikarúrslitaleik sem var hérna í höllinni. Náttúrulega bara kjaftfull stúka, brjáluð stemming og þar fyrir utan fullt af fólki að horfa á netinu, þannig að þetta var nú bara sennilega umtalaðasti fótboltaleikur í þeirri viku líka á Íslandi. Enda var hann stórkostleg skemmtun og IA-liðið allavega búið að heilla mig, þetta sem ég hef séð til þeirra í sumar og allra besti fótbolti sem er spilaður á Akranesi að svona öðrum ólöstu þetta sumarið. En Levadia menn í algrænum búningum, svona Njarðvíkurstíllinn á þessu hjá þeim. Skagamenn að sjálfsögðu í gulu og svörtu. Og það eru liðsmyndir framundan væntanlega áður en að hlutkistin er varpað. Já, sumir leikmenn eru vinsælleinaðir, heyrðist mér. Já, 4-4-2 á móti 4-2-3-1 erum við ekki að lesa það í að Levadia menn eru að svona mæta örlítið varfærnari til leiks. Heldur en Skagamenn svona í þennan leik? Jó, svona með uppstillinguna þá getum við verið með 2 djúpa. Já. Í staðan fyrir 1 djúpan og 2 fyrir framann og það er svona ákveðnar vísbendingar
varfærni. Já, í miðri vörninni höfum Lámets og Holodov og síðan bakverðir eru þeir Letter og Järve og djúpir á miðunni svona með við uppstillinguna Lett og Petrúnín fyrirliði og síðan fyrir fram að þá Ónas út á hægri kanti Pajumets í hólunni fyrir aftan Komlov og vinstra megin Krutogolov og hér þetta falleg stund equal game, respect já allt í mesta bróðurni hérna ennþá Ég hef ekki vonað að þið leggið það til hliðar þegar leikurinn flautar á og fáum hörkuleik. Jú, að sjálfsögðu, þetta náttúrulega eins og maður nú jafnan með þennan aldurshóp að það menn spila með hjartanu. Já. Það var kannski ekki alveg, svona, kannski tamið alveg 100% villidýrið í sér. En að sjálfsögðu vonumst við eftir einmitt hörðum kraftmiklum leik. En spiluðum að sjálfsögðu af heiðarleika. Sýnistu við ætla að byrja meðvindi. Já. Þeir skiptum öll. Hérna skagamenn þá byrjuðu á móti. Sólin nú kannski ekki mikið issue akkurat á þessum leiktíma. Maður veit ekki hversu lágt hún verður komin á himinin í síðari hálfleik eða undir lokleiks. En þetta svona, þessi leikur náttúrulega sennilega eða mögulega endapunkturinn á fótboltasumrinu hjá okkur á ITV nema náttúrulega ef að þeir komast í aðra umferð þá náttúrulega vitum við ekki hvernig við verðum með leikstað og annað ef að þeir eru að fara að spila seinna í október eða jafnvel inn í nóvember. Já. Hvort að það þá spilað inni. Kannski bara verkefni fyrir Binna og alla stjóra að halda völlunum í lagi. Sko. Áskorun. Ég alveg vissum að hann færi létt með það. Ef við ekki að segja það við förum í aðra umferð og fáum stórlið hérna í næstu umferð. Já, en það eru skagamenn sem að byrja með boltan hins vegar og það er Sigurður Hrannar sem að tekur upp á spyrnuna. Þetta að rúlla af stað og leikurinn kominn í gang. Brynjar skiptir hérna út til hægri á Gísla Laxdal sem að reyna að koma sér inn í teginn en boltinn aftur fyrir og markspyrna sem að Pöldvík tekur alltaf að spila út úr þessu og það er Holodov leggur hann á Krutogol og fær hann aftur en slögsending hérna sem að fer út fyrir og skagamenn eiga innkast framalega á vellinum. Jón Gísli finnur Sigur Hrannar hann er nú ítt hérna en fær enga aukaspyrnu. Þurfum bara á það og þetta endar hvar í markspyrnu. Fínasta veður. Sólinn fann að skína á okkur hérna og Eistarnir spila núna út hægra megin, gera þetta virkilega vel en skagamenn ná að komast fyrir. Brynjar kemur boltanum hérna út fyrir. Boltinn átt í lofti, Ólafur Karel sterkur sem fyrir. Marteinn skiptir yfir til hægra, Jón Gísla hann spyrnir boltanum hátt í lofti, þannig að sjáum við aðeins vindinn að ekki. Brynjar nær að taka þetta niður. Það gerir þetta vel, kemur á Mikael sem kemur með langa sendingu fram en vindurinn tekur hann aðeins. Sigurður Hrannar gerir þetta vel, kemur boltanum inn fyrir en ná að verjast þessu gestirnir. Krutogolov tilbaka á Pöldvík en sendingi frá honum tæp beint á Brynjar. Ólafur Karel skallar hann niður en gestirnir vinna boltan. Lett tilbaka á Järve, hann aftur til Pöldvík. Sendingin ekki góð, þetta var Krutogolov. Sendingin sem kemur hérna inn fyrir. Eyþór komin inn á teginn, setur hann fyrir markið á fjærstöngina en þar engin. Skagamenn að byrja þetta nokkuð brattir. Já, setja góða pressu og þeir virðast ætla að spila sig út Eistarnir en
pressan Já, pressan mjög góð og þeir eiga erfiðleikum með að spila sig út. Þetta byrjar ágætlega á mótivindinum. Já, en þeir ekki baki dottnir, þeir ætla að halda fram að spila þessu. Krutogolov aftur með tæpa sendingu út úr vörninni. Järve tekur þetta innkast. Fær boltan síðan aftur, fín pressa hjá Gísla, vinnur boltan. Geysist hérna upp í hornið, fram hjá Krutogolov sem að, hann nær nú ekki, Gísli kemur síðan með boltan fyrir markið og þar var Sigurður Hrannar í baráttu við fyrirliðan Petrúnin sem að setja hann aftur fyrir og fyrsta hotspinna framöndan. Mikið kraftur í Gísla hérna á kantinn. Mjög svo. Og Sigurður nær ekki til boltans en fyrsta hotspinnan. Kemur spinnan inn að marki og það er Eystadur sem skalla frá. Brynjar fær boltan aftur, setur hann inn á nærsvæðið. En þeir ná að reynsa þetta frá. Óskar vel vakandi þarna í vörninni, skallar þetta út af. Er hérna á undan Komlov sem er í fremstu víglínu. Náður að færa liðið aðeins framar. Järve ætlar að stela dálítið mörgum metrum hana. Rekinn tilbaka. Kastið inn á. Þetta gerir þetta ágætlega. Krutogolov. Tilbaka á led. En þá fyrirliðan Petrúnin sem skiptir yfir til hægri. Nær fyrirgjöfinni. Og hér er bara færi hjá Eistónum. Krutogolov sýndist mér í færinu hérna, skaut boltanum vel yfir, sjáum þetta aftur hérna. Sendingin. Benjamin skallar hann að ná fram. En hann er ekki að gera sér mat úr þessu. Eyþór tekur hann niður en spytur hann síðan hátt í loft upp. Það er í vandræði með þetta. En koma út úr þessu með hann og Únas. Ná miðsvæðið Petrúnin. Með slaka sendingu Gísli kemst inn í hana og leggur af stað. Vandar menn með honum, hann kemst fram hjá Holodov og kominn inn á teginn, fer í skotið en það er beint á Pöldvi. Gísli búinn að vera virkilega sprækur hérna í byrjun. Já, hann er byrjað þetta mjög vel. Kraftur í honum, áræðin. Hikar ekki að fara á leikum. Já. Sjáum þetta, en skotið er máttlítið. Holodov með sendinguna út til vinstri, hún er ekki nákvæm. Eyþór spila tilbaka á Benjamin, þetta er ekki góð sending. Komlov komst inn í þessa sendingu en Jón Gísli bjargaði þessu. Og kemur Järve Einarsson enn í innkastið. Skagamennir loka vel svæðum, Benjamin tekur hann niður, setur hann svo enda fram á Sigurður Hrannar og það er keyrt, Holodov keyrir inn í hann og aukaspyrna réttilega dæmt. Ólafur Karel skiptir yfir á Óskar. Óskar finnur Martein, Martein leitar inn á miðsvæðið, reynir síðan sendingun í gegn en Holodov las það, en Skagamenn aftur konum með boltan. Óskar yfir á Benjamin. Benjamin út til hægri á Jón Gísla. Jón Gísli síðan lyftur honum inn fyrir vörnina. Eyþór er þar á hlaupinu, skallar hann fyrir Sigurður Hrannar. Sigurður Hrannar koma sér í skotfæri en skotið er laust. Beint á Pöldvi. Þá koma gestirnir. Í næsta sókn hjá þeim, Pajumets reynir sendingur heim fyrir á Komlov, tekst ekki og Skagamenn búin að vinna hann. Gísli tilbaka á Jón Gísla, hann finnur Brynjar, tapar boltanum hann í augnablik, kemur, þetta er virkilega vel leist hjá Skagamönnum. Brynjar út til hægri á Gísla, Jón Gísli er með honum. Gísli reynir að finna Jón, það tekst. Jón síðan í fyrirgjöfina niðri og Sigurður Hrannar nær snertingu hana en Pöldvi í markinu grípur þetta. Flott sókn hjá Skagamenn. Virkilega
sendingin alveg eitruð þarna á hlaupi hjá Sigurði. Virkilega gott og hér eru pressan enn einu sinni að valda þeim smá vandræðum. Ólafur Karel sterkur, kemur út úr þessu með boltan, virkilega vel gert, finnur Gísla upp í hægra horninu, sendingin frá honum er ekki góð og aftur fyrir. En enn og aftur sjáum við að pressa Skagamenn er að virka bara virkilega vel. Gísli Laxdal er mættur hérna, stingur aðeins við reynda núna. Eruður að ná að spila sig aðeins út úr þessu. Lámets út til hægri. Þetta er ágætlega leyst hjá þeim. Komlof. En Brynjar Snær búinn að vinna boltan. Og tilbaka á Mikael. Óskar yfir á Benjamin. Benjamin er með pláss hérna. Reynir sendingur út til hægri Jón Gísla en þeir komast á milli. Jón Gísli finnur Gísla, fær hann aftur. Jón fer inn á völlinn. Finnur Brynjar, hann er með pláss hérna, lyftur honum inn fyrir. Marteinn á að elda. Marteinn enda með boltan. Leggur hann út til vinstri á Mikael. En ágætis vörn hana hjá Jónas. En Mikael kemur boltan minn á teginn. Það er eins að þetta frá. Sem enda með því að Lether vinnur innkast. Gísli virðist búinn að jafna sig í löpunni. Já, það er gott að sjá. Mikael finnur Eyþór. Eyþór missir aðeins af boltanum en einbyttu. Ólafur Karel lyftur honum á Gísla. Jón er með honum hérna. Kemur með boltan inn að markinu. En óvinnalega. Þessi var ekki góð. Nei. Tvær fyrirgjafi núna hérna í röð sem hafa endað fyrir áttan endamörk. Molotov á Jerveig sem er slaka sendingu. Sigurður Hranna vinnur boltan. Hann er með Eyþór með sér. Eyþór snýr og tilbaka á Marteinn sem er komin hérna hægra megin núna. Hann aftur á Eyþór. Eyþór tilbaka á Ólaf. Þetta er vel spilað. Mikael tilbaka á Óskar. Óskar potrúlegur, finnur Ólaf. Sjáum að vindurinn er svona aðeins nokkuð strembinn við að eiga. Þannig ákveðin kunst að spila bæði með og móti svona vindi. Já. Og eflaust ekki allir sammála hvort er betra. Nei, maður er oft séð það að allt í einu allar að náður í einhverja fórustu með að spila með vindinu svo allt í einu lendur 2-0 undir eða Akkurat. Ótt eftir að vera á móti vindi þannig að það er allra að verða von í þessu. Já, Gísli tilbaka á Óskar. Óskar með fína sending út á Mikael. Hann þarf þó að leita tilbaka. Og finnur Óskar og Komlof pressar á hann. Mikael kastar þessu beint á mótherja en vinnur hann að innkast. En svona sem sóknarmaður sjálfur, þá finnst mér alltaf skemmtilega að skjóta með vindunum sko. Já, það er lengir aðeins bæri. Já, það er svona hún getur farið að líta á markið rétt eftir miðju sko. Já. Marteinn kemur inn á miðsvæðið, finnur Óskar. Sjá nú að gestirnir þeir falla nú nokkuð langt tilbaka þegar Skagaliðið er með boltan. Er ekkert að pressa á mjög hátt á vellinum. Benjamin kemur hérna upp með boltans. No pláss fyrir innan. Sendingin ekki nógu góð. Molotov losar þetta fram en beint á Ólaf Karel. Ólafur skiptir þá yfir til vinstri. Óskar út á Gísla. Fær hann aftur. Benjamin lyftir honum inn fyrir á Jón Gísla en Jerveig nær að skalla þetta frá. Jón Gísli enda með hann. Fer upp að endamörkum, reynir fyrir Gjörn og það er Eyþór hann er að potta þessu en Pölvi ver og boltinn aftur fyrir markið og hann slær þetta í annari tilraun aftur fyrir. Þetta var dauðafæri
Og Eyþór þarna hásbreytt frá því að koma með fyrsta markið. Þarna kom fyrirgjöf. Já, frábær sendir fyrir Jón Gísla og mættur á næri eins og alveg sendir, það er vel gert. En hittir hann kannski ekki alveg nógu vel. já, þetta var svo sem, en hann gerði það sem hann átt að gera. Pótunum að marki, hér kemur hotspinnan, hún er fjær, Ólafur Karel hann missir jafnvægið í loftinu en boltinn ennþá hjá Skagamönnum. Benjamin. Nei, hann er ekki komað þessu fyrir markið en þetta var, já, Eyþór gerir í rauninni það sem að framherja á að gera, að komast í boltan og koma honum á ramman. En Pöldvi búinn að verja það sem hann hefur þurft að verja. En hann var í vandræði með að koma boltanum aftur á móti Hik ekki við að spila sig út. Nei, það er í Pölvið Basti með það. En það munaði nú litla Ólafur Karel hefði að skalla þessa hotspinnu. Marteinn. Og Brynjar. Baka Óskar. Það er óvægt að segja að Skagalið er nú með ákveðin tök á þessum leikinni upphafi. Já. Og spila boltanum vel á milli sín og finna svæði, góða krossa. Það lítur ágætlega út svona fyrsta 13-14 mínútur. Óskar reynir sendinguna fram á við, finnur engan samherja. Brynjar gerir þetta vel. Sigurður Hanna kemur og sækir hann. Tilbaka á Mikael. Og þá fær Aron að snerta boltan. Bolti tilbaka á Aron. Aron þarf að losa þetta hátt en þarna sjáum við vindinn í praxís. En Skagamenn á að koma þessu áleiðis fram á við. En innkast sem að Eistarnir fá. Gengur illa að halda boltanum innan liðs. Og Skagamenn vinna innkast. Mikael fær hann aftur hérna, Sigurður Hrannar nær að snúa. Og Gísli fær boltan upp í vinstra horni, þá leggur hann á stað. En fín varnarvinna þarna hjá Letter, kemur boltanum frá. Mikael finnur Sigurður Hrannar, setur hann á hann aftur. Hann er að koma sér hérna upp að endamörkum. Finnur Sigurður Hrannar aftur. Sigurður með glæsilegan kloppa og hann stoppar hann af næsta. Finnst það að vera Lámets sem að náði síðan að sjá við honum. Kemur langur bolti fram. Benjamin og Óskar saman með þetta hann. Benjamin og Óla Karel brotið á honum. Benjamin með langan háan fram allan Sigurður Hrannari og hann brýtur þarna á Holodov. Benjamin mikið verið að setja hann hérna upp í vindin hérna að hægra mig. Já. Kannski er ráðlegar að finna eina millisendingu og halda honum niðri á móti vindinum allavega. Akkurat. Jón Gísli gerir þetta vel, reynir að finna Marteinn, það tekst boltinn inn á teginn og þeir eru í smá vandræðum þarna. Man kom að þessu síðan frá Komlov. Fellur við eftir tæklingu frá Brynjari. Hérna með látum hana. Hefur ekki fengið mikið úr á móða Komlov í dag en þá sem er kannski ágætt. Holodov á Lámets. Fín pressa hana. En þeir halda boltanum. Lett þeirna Petrúnin. Hann reynir að finna Komlov en það fer í varnarmann. Og Skagamenn vinna boltan. Sendingin frá Gísla ekki nógu góð þarna. Sending upp í vinstra horni, Krutogolov.
að nálgast endamörk og þeir fá fyrstu hornspyrnu sína í leiknum. Já, þetta er svona fyrsta skipti sem að, eða annað skipti sem að þeir ná að komast þetta framalega á völlinn. Ágændisfæri þarna á fyrstu 10 mínútunum. En það er Pajumets sem að tekur hornspyrnuna. Brynjar Snær kemur henni frá, en ekki langt, það er skot beint á Aron. Þarna var það Lett sem að átti þetta skot. En Aron vel staðsettur í markinu og þá koma Skagamenn í hraðasókn, Mikael. En hörkutækling þarna á Petrúnin. Kannski náum við að sjá þetta færi aftur. Það er Brynjar sem að hreinsar, en beint fyrir fæturnar og Lett. En skotið máttlaust, hittir hann ekki nógu vel þarna. Eyþór. Óskar. Sendingin frá Óskar ekki góð. Komlov er að sleppa hérna í gegn. Hann nær skotinu. Aron slær hann til hliðar. Það vildi til að Komlov var hann eiginlega einn í þessari sókn. En það má ekkert kæruleysi hérna gegn þessu liði. Það er augljóst. Þannig sjáum við þetta aftur. Sendingin frá Óskari ekki nógu nákvæm. Og Komlov hann í fínu færi. En krafturinn ekki mikill í skotinu. Aron gerir vel. Já, virkilega vel staðsettur, lokaði markinu. Og Skagamenn á að verjast þessu. Fín pressa þarna hjá Eyþóri, kemur boltanum Ólaf. Og Mikael fær hann út til vinstri. Mikael síðan með langan bolta, beint á kassan á Gísla. En Letter vinnur hann á honum, kemur hann síðan á Jónas. Þetta er vel gert þarna hjá Pajumets. Hann á Komlov. Benjamin stígur inn í hann og dæmt aukaspyrna. Þeir eru aðeins að færa sig upp á skaftið. Já. Gestirnir. Og hrollurinn að fara úr þeim. Já. Þó er svona þokkalega stjórna leiknum að þá er alltaf hættulegt. Þú sérstaklega að fá sér mark í svona leik. Akkurat. Sem er nánast, það gildir nánast þeim 2. Já. Þannig að það þarf að vera á tánum allan tíma. Kemur aukaspyrnan inn að markinu en Aron Pollrólegur grípur þennan. Kastar hann síðan hérna út á Mikael. Óskar síðan með langan fram, Gísli í baráttunni. En Lámets setur hann út til hægri og út fyrir. Brynjar hann á Eyþór, þetta er vel spilað hjá Skagamönnum. Gísli leggur af stað hérna og fleygir ferð upp vinstri kantinn. Er hann nálgast teginn, kominn inn á teginn, nær hann að setja þetta fyrir, hann gerir það, Sigurður hann rétt missir á honum. Marteinn með skot í varnarmann. Frábær sprettur á Gísla hann. Enn og aftur er það Gísli Laxdal sem er að ógna. Þetta er glæsilegur sprettur hjá honum, þvílíkur kraftur. Framhjá tveimur, setur hann fyrir Sigurður Hrannar, hásspyrnt frá því, en þarna er það Jerve sem að nær að setja fótinn fyrir. Annars var Marteinn bara að leggja boltan í netið. Kemur Brynjar með hornspyrnuna, hún er stutt. En hann vinnur aðra hornspyrnu. Önnur hornspyrnan hérna og Sigurður Hrannar bara inn á markteignum og skorar Sigurður Hrannar Þorsteinsson, markahæsti maður Skagamanna í sumar, bætir hér á markareikningin fyrir 2019. Þetta var mjög sérkennilegt allt saman. Hann var hérna bara nánast á marklínunni. Sjáum þetta aftur hérna, kemur spyrnan frá Brynjari. Já, Kemur hann við hann hana? Hann allavega fagnar eins og sannur framherji. Ég er nú bara að velta fyrir mig hvort hann hafi hreinlega skorað hann með hendinni. Það væri kannski alveg þess virði að sjá þetta einu sinni enn og mögulega örlítið hægar ef að það er hægt. Sjáum þetta einu sinni enn hérna. Sjáum hvar boltinn fer. Eða er þetta hreinlega Pöldví sem það er erfitt að sjá hvor þeirra snerti boltan. En Sigurður fagnar allavega og markið er skráð. 1-0 fyrir Skagamenn.
Gísli finnur Sigur Hrannar og Eyþór og þetta svona pínu klúðuslegt og rangstæða dæmt á Sigurð. Já, 1-0. Gott fyrir Sigur að skora svo snemma. Mér fannst hann svona eftir frábært tímabil og fullt af mörkum fannst maður svona ekki alveg upp á sitt besta í þessum bikarleikanum daginn. Nei, það alveg rétt. En hæfileikana hefur hann og gott og mikill markaskorari. Já. Þannig að fínt að fá hann á blað sem fyrst. Algjörlega. Fyrsta Evrópumark Skagamanna í töluverðan tíma. Og þá pressar Eyþór hérna á Pöldi. Já, eru í vandræði með það. Marteinn gerir vel hérna. Það er að stela þessari sendingu frá Holodov. Finnur síðan Ólaf Karel. Ólafur sækir að tegnum. En þetta er ágætlega gert hjá Lett. Kemst í boltan. En Skagamenn er búinn að vinna hann aftur. En tap honum jafnharðan. Og boltinn tilbaka á Pöldvi. Sem að kemur svo með hann langan fram. Óskar með Komlof í bakinu, finnur Mikael. Ná Brynjar. Brynjar snýr tilbaka á Aron. Aron á Óskar. Komlof svolítið einmanna þarna í pressunni. Gísli á Mikael og Mikael síðan reynir að finna Gísla aftur upp í horninu. Gengur ekki og Levadia menn fá innkast. Það fór nú Bajumets nokkuð auðvitað niður. Fær aukaspyrnuna. Það gefa sér góðan tíma í að þeir færa stóru mennina fram. Lámets og Holodov miðverðirnir mættir hérna upp að vítategi Skagamanna. Þá kemur spyrnan. Eyþór skallar frá. Beint á Lett. Hann reynir skotið, það er í varnarmann, Holodov síðan. Skagamenn á síðan að bæja þessu frá fyrir rest og út fyrir. og 25 mínútur nánast komnar á klukkuna. Koma Skagamenn. Marteinn á Gísla. Gísli sækir að vörðinni, Lett kemst í boltan. Takkar hann á honum. Þá koma gestirnir en Óskar vel á verði þarna. Brynjar Snær missi boltan. Og svona bakka Skagamenn aðeins. Pressa ekki eins stíft núna. Holodov með langan fram beint á kollin á Benjamin Mehic. Lett brotið á honum. Eyþór dæmdur brotlegur þarna. Og en náður að þeir svona greinilega ætla sér að reyna að nýta þessi föstu leikatriði. Já, þeir stilla upp í hvert atriði og þá kannski passa sig að vera ekki að gefa þeim allt á mörg. Já, akkurat og tala nú ekki með þessum vindi. Já. En virðist ekkert verið að nýta það mikið. Nei, en þetta er sem betur verið þessar aukaspyrnur utan skotfæri sem hérna kemur boltinn inn á teginn og það er Komlof sem að skallar hann áfram. Og hann er dæmdur rangstæður endar. Þannig að þetta hefði ekki talið. Já, það Sigur Jónsson gefur skýr skilaboð að vera ekki að brjóta á allar miklum okkar, þannig að þeir þetta er greinilega talað þetta. Það er eins og maður segir, það er skotfæri er teygjanlegt hugtak í þessum aðstæðum. Að leiðu komin kannski inn í 35 metrana þá er það bara fyrir sæmilega spyrnumenn er það bara dauðafæri. Já, og erfitt að kannski reikna boltan í vindinum, veist ekkert hvert þú skallar hann nú. Akkurat. Það getur endað á alla vegu. Óskar með spyrnuna, hún er löng. Fram, þeir í smá vandræðum, Holodov kemur síðan frá. Hann spilaði þetta út, Lett. En Ólafur stór þarna fyrir. Lett fær boltan aftur. Leggur hann út til hægri á Ónas. Sendi ekki frá honum ekki góð. Þeir ná að vinna boltan aftur. Það fyrir mikið í gegnum hérna Númer 20, Lett. Já, greinilega bolt í honum sko.
Kemur kastið Petrunín, en hann tekinn í bólinu hann Ólafur Karel. Boltinn á Sigur Hrannar sem missir á honum hann í augnablik. Og þeir ná að halda þessu. Petrunín út til hægri, Ónas eftir á, inn á Lett og boltinn tilbaka, Holodov. Og enn það Lett sem að sækja boltan hérna. Út til vinstri á Järve. En mikil barátta þarna, Krutogolov nær að halda boltanum, miklu harfylgi. Fín vörn þarna á Mikael. Eyþór kemur út, sækir boltan en nær ekki að taka með sér. Lett á Komlov, hann tilbaka á Petrunín. Það er Järve á Krutogolov og Ólafur Karel fór hann full geist í hann og aukaspyrna dæmd. Það er þessi 4. eða 5. aukaspyrna sem fá svona inn á miðjum vallarhelming. Pajumets snýr þetta örugglega inn á fjársvæðið. Kemur boltinn og yfir allan pakkan og aftur fyrir. Já, það er mark Sigurðar Hrannar sem að skilur liðin að hérna vera rétt tæpur hálftími liðin. Kemur Brynjar með sendingun inn fyrir og sjáum að Pöttví fer út úr tegnum, svípar hérna vel. Annars var Sigurður Hrannar hérna bara nánast á auðum sjó. Aron kastar þessu hérna til hægri á Benjamin. Benjamin og til hægri á Jón Gísla. Jón Gísli síðan inn fyrir og Sigurður Hrannar eldir, hann á undan Holodov. En Holodov gerir vel í að ná á hann og boltanum hann. Losa hann síðan upp eftir línunni og Skagamenn innkast. Jón Gísli finnur Ólaf Karel. Hann spila tilbaka. Óskar á Gísla. Liggur Skagamönnum auðvitað ekkert á. Eyþór rétt missir að boltanum hann. Og Lámets og Holodov. Holodov sér síðan hérna hlaupi á Krutogolov sem að þetta er vandinn við að spila með vindinum. Já. Að hemja þessar sendingar í gegn. Það var ágætis hugmynd og ágætis bolti en vindurinn tók reynilega aðeins í hann hana. Já. Þá er það Óskar fyrir Skagamenn. Finnur Eyþór, hann undir pressu Komlov og hér er Krutogolov. Sendingin frá honum ekki sérstöka en þetta var ágætis skot. Aron þurfti að vera vel á verði hérna. Þetta var nú nokkuð hættulegt, sjáum að hérna. Önnur svona hættulega sendingi frá Óskari út úr vörninni. Já. Og Krutogolov þarf nú að fara í aðeins betri snerting hérna frá Komlov, hefði nú sett hann í gegn hérna. Kemur langur bolti upp í vinstra hornið, Gísli vinnur þann skallabolta. Lámets síðan setur hann út fyrir. Það er erfitt að setja hann upp í vindinn. Já, þetta er nefnilega það sem að sko, við sjáum að þessi langu boltar á Skagamönnum, það er allt annað fyrir framlínuna hjá Skaganum að hemja það. Það sem hann nánast dettur dauður fyrir fæturnar á þér. Jón reynir að finna Martin hérna. Það er ná að verjast.
Jón Gísli Gísli Laxdal kominn aftur hérna yfir til hægri. En boltinn tilbaka á Pöldví. Aftur á Holodov. Holodov síðan með langan bolta beint á Jón Gísla. Jón fram hjá einum, reynir að komast fram hjá öðrum. Hann er ennþá með boltan hérna. En spytir hún síðan út af... Eða hvað? Nei, hann fær innkastið. Kemur sendingin upp í hornið. Gísli fellur við. Holodov næra ánum boltanum. En þeim gengur enn illa að spila út úr ef að Skagamenn fari pressuna á annar borð. Já. Það er ekki fundið svör við því. En það kannski... Já, það er líka bara fín pressan hjá Skaganum. Tökum það ekkert aðeins. Nei, mjög svo. Skipta þær yfir. Þar er Sigurður Hrannar nú búinn að draga sig út til vinstri. Lyftir hann inn á miðsvæðið á Ólaf Karel. Ólafur síðan út til hægri. Sendingin ekki alveg nógu nákvæm hjá honum. Og Krutogolov vinnur innkast. Þarna hefði Marvin Marteinn bara átt að fara inn og opna kantinn fyrir Jón Gísla. Nú pláss fyrir hann ef hann leist inn á deginn. Óskar kemur út úr vörninni, vinnur boltan. Brynjar missir af honum anna. En Petrúnín, þeim gengur bara ekki nógu vel að spila sig í gegnum þetta. Jón Gísli ekki góða sendingu, beint í lett. En þarna tekur Krutogolov augun af boltanum í augnablik. Já, mikilvægt. Það borgar sig ekkert. Nei, það er mikilvægt í fótbolta að horfa aðeins á boltan og fara tölsvið fyrir honum. Jón Gísli kastar á Martin, hann fleitir honum áfram á Gísla. Gísli síðan losar hann upp í hægra hornið. En Lámets er á undan Eyþóri. Marteinn gerir þetta vel, kemur sér með boltan hérna inn á fjárstöngina og Sigurður Hrannar er hlaupinn niður hérna að Pöldví fyrirgefiði. Þetta er nú sennilega bara Poldví samt, þetta er ekkert auða. En Sigurður Hrannar, vildi stúkan fá eitthvað allavega. Kemur langur bolti á Sigurður Hrannar, hann tekur vel á móti boltanum en hann er dæmdur rángstæðu núna. Það var gaman að fá að sjá þetta aftur, hvað gerist þannig? Við erum með þetta hérna. Báðir missa boltanum. Það ræðist bara á Sigur. Já, þetta hefði nú hæglega geta verið dæmt brot. Og Salomón stómur. Já. Og Pöldví á Holodov og aftur tilbaka á Pöldví sem að losar hann svo langt. Jón Gísli kemur út úr vörninni, vinnur boltan. En gestirni vinna boltan, Krutogolov tilbaka á Petrúnín. Og það er lett yfir til hægri. Það er Ónes, nær ekki alveg valda boltanum og Skagamenn með vinnan aftur. Gísli á Brynjar. Brynjar komast hérna upp í vinstra hornið, tekst ekki, boltinn tilbaka á Poldi. Og Eyþór pressar á hann. Hann losar hann beint á Ólaf Karel sem að tekur hann niður. Og hann leggur hann tilbaka á Óskar Vasilevski. Óskar sendir hann út til vinstri. Sigurður Hrannar nær ekki að halda þessu inn á. Ekki nógu nákvæm sending hjá Óskari þarna. En heilt yfir, Andri, myndur þú segja að 1-0 sé sanngjarn staða með hvernig þessi leikur hefur spilast? Já, ég myndur bara telja það sko. Þó bæði lið hafi kannski fengið sín færi en þá er Skagastrákarnir meira með boltan og finnst mér sko. Já, ég ætla að vera sammálaðið með það. Já, jú, 1-0 er ágætlega sanngjarnt sko. Já, en svo sem hafa þeir gestirnir alveg sýnt að 1-0 er ekki stór fórusta í. Nei. Þeir hafa fengið alveg svona hálfsjensa. Já, hæglega geta sett allavega 1 mark. Nú er það Järve á Krutogolov
sem að sækir hérna inn að teignum með nóg pláss til þess að senda hann fyrir, kemur honum beint á Komlov sem hann ekki að stýra þess að markið. Þau eru greinilega hörku fótboltamenn þessir íslensku. Já. Og kannski augljóst að svona styrkurinn og krafturinn meiri í Skagamönnum. Þá ætlar Aron að spilna þessu bara langt. Gerir það ágætlega hérna móti vindinum. Miðar á Ólaf Karel en gestirnir vinna boltan. Petrunin tilbaka á Holodov með enn eina tæpa sendinguna og Marteinn kemst á milli, síðan Jón Gísli í baráttunni, Jerve hefur betur og Jón Gísli setur hann inn fyrir á Eyþór. Eyþór snýr á einn, Holodov mættur en spilnir boltanum beint á Gísla, hann á Sigurð, aftur á Gísla sem fer í skotið en það yfir. Eyþór hefði ekki mátt að setja bara inn í fyrsta með jörðinni. Þannig að Gísli mættur alveg. Já, einmitt. En síðan framhaldið ágætlega leyst og fínasta hugmyndi Gísla þarna. Það lyft honum í fjærhorni. En það alveg rétt, Eyþór með einmitt í fyrsta, Gísli einn á teignum. Ætti að leggja hann fyrir sig. Mikael vinnur boltan hérna. Kemur honum áleiðis á Sigur Hrannar. En Lámets kemur boltanum frá. Það var Mikael með engasti. Finnur Eyþór. Eyþór tilbaka á Ólaf Karel. Þarna leysir hann vel inn og þá galopið fyrir Jón Gísla. Á kantinum. Benjamin lyftir þessu á Ólaf Karel. Finnur Jón. Brotið á honum séðan. Jón Gísli, maður gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað þetta ungu strákur. Búinn að vera að spila töluvert með meistaraflokki í sumar en er á yngsta ári í öðrum flokki. Akkurat. Það var kannski gott dæmi leikmann sem spilaði meistaraflokksbolta áður sínum yngri árum hjá Tindastól. Já, akkurat. Spilaði alveg 2 tímabil með þeim Já, bara í 3. flokki? Já. Þá væntanlega. Og í annarri deildinni. Já. Og ég hugsa hann bara eftir að vera betri, sko. Já, Óskar nær að koma þessu út fyrir innkastið. En þetta hefur maður nú séð margoft, sérstaklega kannski í dreifðari byggðunum og minni stöðunum. Svo, þú veist, menn sem hafa síðan orðið atvinnumenn, Ívar Ingimarsson, Valur Fannar Gíslason sem eru aldir alast upp í mjög litlum samfélögum, eru fannar að spila með meistaraflokki kannski jafnvel á eldra ári í 4. flokki þess vegna, sko. Já, Grétar Rafn Steinsson. Grétar Rafn Steinsson nákvæmlega. Það eru til mörg dæmi þetta og mönnum hefur ekki verið meint að því allavega. Nei, og það sem mér finnst Skaginn vera að gera mjög vel er að sækja svona stráka. Já. Sem eru góðir á landsbyggðinni, eins og til dæmis Jón Gísla og Bjarki Steinn sóttur á sínum tíma. Já. Mér finnst það svona eins og Skaginn var að gera þegar voru hvað bestir. Já, akkurat. Ég meina eins og plokka í þessa ungu stráka bara sem fyrst. Grétar Rafn, Baldur. Já. Guðjón Heiðar. Guðjón Heiðar nákvæmlega. Þetta svona hurfu frá þeirri stefnu. Akkurat. En það var Skagalið lengi vel, sko bara lið landsbyggðar fólks. Maður veit það að fólk sem átti ekkert lið í efstu deild, en ef á landsbyggðinni þá hélstu með Skagamönnum, en hér eru Sigur Hrannar að leiða hann inn á Marteinn er hann að koma sér í skotfæri, hann gerir það, setur hann í Samuel maður. Glæsilegt skot hjá Marteini, bara í slann og niður. Virkilega vel gert. Fjóum að sjá þetta aftur kannski. Þessi sending rennur út í sandin eða hvað, Krutogolov, nei, hann að halda þessu. Gerir þetta virkilega vel, Krutogolov. Jón Gísli til varnar og vinnur á honum boltan og kemur honum fram beint á Jerve þó. Jerve síðan reynir að finna samherja við vítategin. Óskar vinnur það, kemur boltanum á Eyþór. Eyþór aftur á Óskar. Hérna aftur hratt upplaup, Gísli Laxdal. Komin inn á tegin, reynir fyrirgjöfina, en það bara Jerve sem hann gerir nú. Þetta var svolítið klaunaleg reynsun
Marteinn búinn að vinna boltan aftur. Marteinn þarna hársprit frá því að koma Skagamönnum í 2-0. Við bíðum með að við þurfum að sjá þetta aftur þegar færi gefst. Og þá spila Skagamenn tilbaka. Það eru kjörið að fá 2-0 stöðu þarna rétt fyrir hálfleik. Já, það hefði verið voða ljúft. Sjá til, það getur hann komið. Gísli að reyna að finna þræðan í gegn, færa boltan aftur af hælunum á Brynjari og fer í skotið. Það er vel framjá, þá kannski náum að sjá þetta skot hjá Marteini rétt áðan. Sjáum þetta hérna, þetta er alveg glæsilegt skot. Hugmyndin frábær og þetta er bara í sko sláin stöngin nánast. Og það er eitthvað fyrir hann festist ekki hann upp í sko. Já. Já, þarna var munaði mjög litlu að Skagamenn kæmist í bara virkilega góða stöðu hérna rétt fyrir lok fyrir hálfleiks. En þá spilaðir hérna út Holodov, enn ein slök sendingin frá Holodov. Já, það verðist vera svona veikur blettur í hans leik allavega að spila honum út úr vörðinni. En það er samt taktíkin sem þeir eru að spila. Þeir er búin að eiga margar tæpara og jafnvel misjöfnaðar sendingar út úr vörðinni Holodov. Já, svona fylgjast með þessu svona fyrsta hálfleikin að þá finnst mér mjög líklegt að þeir séu að spila á gervigrasi úti og eiga erfitt með að hérna Óskar rennur hérna við, Komlov er kominn inn á teginn, kemur sér í skotfæri en Aron aftur vel staðsettur í markinu en Óskar hérna í smá vandræðum virtist renna til þegar þú varst að tala um gervigrasið. Já, mér finnst mjög líklegt að þeir séu að spila á gervigrasi þarna úti og já, það er ekki ólíklegt. Mér finnst þeir ekkert sérstakir í að spila honum út á grasinu sko. Nei. Sjáum þetta hér, Aron enn og aftur vel staðsettur. Gerir það sem hann þarf, hér er ekki dæmt og endar í, já, yngasti sem að gestirnir eiga. Það er hálf mínútur eftir að venlegum leiktíma í fyrri hálfleik. Og þessi sending fyrir aftan Pentrúnin og svo er farið í Ólaf Karel. Og þá er bara flauta til hálfleiks, það er engin viðbótartími hér. 1-0 staðan fyrir Skagamenn, Sigurður Hrannar Þorsteinsson með marki á 22. mínútu og við kannski rifjum það upp áður en að við förum að tökum okkur hlé. Þetta er eftir hornspyrnu frá Brynjari Snæ og já, ég get ekki að það gert, mér finnst eins og hann snertan með hendinni þarna en þá er boltinn annars á leiðin í markið hreinlega frá Brynjari. Þannig að mögulega, en dómarinn hefur ekkert séð aðtöfuvert við þetta þannig að staðan er 1-0 og þykjum það en síðan var það Marteinn Theodórsson sem átti svona bestu tilraunina til þess að bæta við þetta með þessu glæsilega skoti og Póldví í markinu bara gat ekkert annað en bara horta á hann og þakka fyrir að fá hann í fangið strax á eftir. En við Andri munum taka okkur hérna smá pásu á meðan að leikmenn ráða ráðum sínum og komum aftur með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, ekki fara fet.
Jæja, velkomin aftur hérna á Norðurálsvölli með okkur á IATV. Örn Arnarsson heiti ég, með mér Andri Júlíusson. Hérna, fyrri hálfleikurinn spilaðist bara mjög vel móti vindinum fyrir heimamenn. Leiða 1-0 með marki Sigurðar Hrannars. Við höfum tekið því fyrirfram að leiða 1-0 á móti vindinum. Já, ekki spurning. Og engar breytingar sjáanlegar á liðunum hérna í hálfleik. Þannig að það eru í liði heimamanna, það eru Mikael, Óskar Vasilevski, Benjamin Meits og Jón Gísli Eiland sem eru í fjörumanna varnarlínu. Marteinn, Gísli Laxdal, Brynjar Snær og Ólafur Karel á miðjunni og síðan tveir frammi, Eyþór og Sigurður Hrannar. Hjá Levadia það Pöldvi í markinu. Aðri leikmenn eru í hægri bakvarðarstöðunni Letter, Jerve í vinstri bakvarðarstöðunni, síðan það Holodov og Lamets sem eru miðverðir. Út í hægra megin á kantinum Ónas. Inn á miðunni Letter og Petrúnin. Síðan það Komlov sem einn frammi. Nú fáum við sjálfsagt að verða kannski hættulegir í þessum stungusendingum. Þar sem maður ráða betur við og hér aukaspyrna dæmt. Og bara aukaspyrna á stórhættulegum stað sem að gestirnir fá hérna strax í upphæðu síðari hálfleiks. Sjáum hérna sendingin inn fyrir Komlov næra að vera fyrstur í boltan. Þetta verður auðveldara fyrir það núna að setja boltan inn fyrir það sem hann stoppar. Já, að sama skapi þá einmitt verður erfitt fyrir Skagamenn að spila þessum löngu boltum sem að voru að gefa þeim ágætis færi hérna sérstaklega í upphæðu leiks. En það Pajumets sem að tekur þessa spilna eins og aðrar. Hún kemur inn að markinu. Holodov vinnur skallan, Petrúnin í baráttu við Brynjar kemur þessu frá, neða þarna Holodov. Það var Lamets sem var þarna í baráttunni. Og þeir ná að halda boltarum hérna. Jerve tilbaka á Pöldvi sem að spyrnir honum hátt í loft upp. Og boltinn snýr við á leiðinni, Petrúnin að taka niður. Þessi sending meira í eitthvað svæði, engin samherji nálægt. Óskar finnur Sigurður Hrannar góður í þessu að koma og sækja boltan. Mikael reynir síðan stungusendingu, Sigurður Hrannar vinnur frákastið en Eistarnir aftur komið boltan, Lamets sendingu tilbaka á Pöldvi. Hann á Petrúnin og Lamets eru ennþá óhrættir við að reyna að spila út úr þessu. Þurfa nú kannski meira að gera það núna móti vindinum. Þetta ágætlega gert, Brynjar Snær vinnur boltan. Ólafur Karel. Eyþór. Á Gísli leitar inn á völlin hérna. Hann er með þrýst í burtu hérna. Finnur Ólaf. Hann á Brynjar gerir þetta vel. Finnur Gísla Laxdal aftur, Gísli. Fjær, segir Sigurður. Ólafur Karel horfir þá yfir til hægri. Það Jón Gísli. Jervi til varnar. Hann leitar inn á völlin. Snýr. Finnur Marteinn með vinstri fótinn sinn. Kemur honum inn á teginn og þetta endar í markinu! Marteinn Theodórsson með ótrúlegt mark! Þarna bjóst Pöldvi í markinu væntanlega við snertingur og Sigurður Hrannari sem að bara lét hann eiga sig eða bara náði ekki til hans hreinlega. En Marteinn sem að var svo nálægt í að bæta við öðru markinu í fyrri hálfleik gerir það hér. Frábær, eigum við að segja sending? Já, þetta var frábær sending, ég gerir ráð fyrir að þetta hef ekki verið skot. En Sigurður Hrannar bara sennilega fipaði Pöldvi í markinu þarna. Slysalegt mark fyrir hann og 2-0. Þetta ákjósanleg staða fyrir Skagamenn. Já, helviti sterkt að ná inn marki bara strax. Já, og eflaust vilja þeir taka með sér mikið nesti til Íslands. Já. Þannig að væntanlega fara þeir ekkert að leggjast í vörn. Já,
Jerve með sendingunum tilbaka á Holodov síðan losar hann út af. Skagamenn með fína stjórn á þessum leik og eru í kjörstöðu hérna. Ólafur út til hægra á Jón Gísla, vinnur aftur innkast. Hörku stemming og bara virkilega vel mætt á völlin. Ég er bara mjög stoltur af Skagamönnum akkurat núna. Já, ég sammála því. Virkilega gaman að sjá mætinguna. Og Jón Gísli með langan bolta hérna sem að snýst. En Letter gerði ágætlega hérna. Gísli Laxdal var klár fyrir aftan. Brynjar Snær fer síðan niður hérna. Sár þjáður. Eftir samstöð hérna við Lett sýnist mér. En hann hristir þetta af sér. Kallaði eftir skoti á mark hérna. En það er, ég er ekki vissum að þjálfarar Skagamann eru ánægðir með það. Nema þá auðvitað, hann myndi syngja í netinu. En hann tekur þetta stutt út á Benjamin síðan reynir að stinga honum inn fyrir í hlaupið hjá Martini. Þeir ná að skalla þetta frá. Þetta er vel gert, en Ólafur Karel búinn að vinna boltan aftur fyrir Skagamenn, gríðarlega sterkur. Rennir hún síðan upp í hægra hornið og fær þá aukaspyrnuna. Vel dæmt. Er það ekki tilvalið fyrir Martin að skrúa hann nákvæmlega eins og að gera það? Já, það er alveg spurning. Já. En Brynjar Snær sem að fær að prófa það. Gæti tekist hjá honum líka. Einn með fínan vinstri fót og aflitað hár. Verður að kommenta á það. Kemur með boltan hérna en hann er ofinnalega. Hugmyndin er fín að láta hann skoppa á vítapunkt. Já. Að þá svona getur að fipa bæði varnarmenn og markmann. En ef ég kommenta hárið þá, jú, menn eiga sín mistök. Já. Já. Og læra bara þeim. Það var einmitt einhver eldri maður sem að á lokahófinum daginn sem að bent honum á að þeir gerðu þetta sko 2000 og ég man ekki hvaða ártala var eins og niður, 2014. Já, ég held að þetta ekki þátt í því með þessu. Já. En það var það Petrúnín sem að reynir sendinguna yfir til vinstri. Hún er misefnuð beint á Jón Gísla. Jón Gísli séð með langan fram, þar er Eyþór. En þeir ná að skalla þetta frá. Sigurður Hrannar lyftur honum út til vinstri. Er hann óvinnalega fyrir Gísla? Nei, Gísli nær að halda þessu inn á. Gísli leggur hann tilbaka en Mikael er hindraður hérna af dómarleiksins. Brynjar Snær búinn að vinna boltan aftur en missir hann svo út af. Brynjar Snær tók nú þátt í síðasta leik Skagamanna í Pepsi-Max-deildinni núna í haust. Kom inn á gegn Víkingum. Kom þá inn á hægri kant. Og hér vinnur hann aukaspyrnu. Mikael að þessu sinni, nei, það er Jón Gísli sem að tekur ferðalagið hérna yfir til að taka þessa spyrnu. Snýr þetta væntanlega inn að markinu. Jón Gísli kemur með spyrnuna, hún er inn að markinu og Eyþór við það að snerta boltan hérna en hann náði eins aftur. Poldví fyrirgeði, náði ekki, það var virtist nú vera með boltan fyrst. Sjáum við þetta, góða myndir hérna, en smá snerting hérna frá Eyþóri hefði verið vel þegin. Það er Gísli Laxdal sem að tekur spyrnuna, hornspyrnuna, en hún er bara ofan á markið. Nær ekki að það er að gera að láta reyna hana markmanni, það er svona ekki alveg. Já. Það er ekki alveg svona kaupans eins og það er sko. Nei. Slæmt að koma inn að Brynjar Snær er 2001 mótilið, hann á 1 ár eftir í öðrum flokki. Já. En búinn að fá sinn fyrsta leik með IA. Og þannig að þegar maður horfir á þetta lið þá sér maður nú bara ágæta framtíð svona mögulega fyrir Skagaliðið, sérstaklega þar sem að stefnan er náttúrulega að reyna að spila sem mest á
á heimamönnum. Já. En þá náttúrulega sterkur annarflokkur algjörlega. Þetta frábærlega að spila. Mikael hérna kominn á fleygiferð upp í vinstri á hornið en nær ekki krafti í fyrirgjöfina. Og eins og ég segi það, ég held að það sé engin tilviljun að þeir hafa verið meistarar 2 ár í röð. Þetta er hörku mannskapur og hérna bara góðir fótboltamenn sko. Og virka líka bara með hausinn á réttum stað Já, þeir hafa einmitt talað það þjálfararnir að þeir virðast vera bara líka, þeir eru tilbúnir í vinnuna sem þeir verið að biðja þá að leggja á sig. Akkurat. Og það er náttúrulega gríðarlega stórt atriði. Það er ekki nóg að vera góður í fótbolta ef þú gerir ekkert með það. Akkurat. Þetta er vinna þrátt fyrir allt. Og ég hugsa hún verði ekki minni vinna sem Jóhannes Karl beðið að vinna fyrir sig ef þeir fá sénsinn þar sko. Nei, en hér kemur Marteinn hendan og fer nú boltinn augljóslega í hendina á Petrunin. Hann er snöggir að taka þetta. Jón Gísli reynir að lyfta honum á Gísla en þetta er náði að koma þessu frá. Vinnur síðan innkast þetta er viðskipti við Mikael. Það er skipting í vændum hjá Skagamönnum, sýnist mér. Það er einn Aron allavega að gera sig kláran. Aron Snær Ingarsson sýnist mér að vera allavega kominn úr uppbytunartreyjunni. Kemur langur bolti fram en Letter skallar þetta beint á sigur, fær hann svo aftur. Finnur síðan Komlov snýr, Brynjar þá mættur í pressun á hann. Hann er voðalega einangraður oft Komlov en hann er að vinna innkast. Letter kastar þessu inn á miðsvæðið á Petrunin sem að tekur bara blinda sendingu yfir beint á Jón Gísla. Jón lyftur honum fram á við á Eyþór út til hægri á Marteinn. Þá fer Marteinn af stað, kemur með hann fyrir markið. Holodov aftur í vandræðum og það er enda síðan Petrunin sýnist mér. Sigur ekki þar klókur hann og nælt sig í vítaspyrnu. Já, mögulega. Það vantaði lítið upp á en hlaupinn. Það fer á rassinn hann hinn. Já, það hefði verið forvillegt að sjá ákvörðunina sem að dómarinn hefði staðið frammi fyrir þá. Taka þetta stutt, Brynjar Snær. Leggur hann síðan aftur út á Gísla. Gísli síðan kemur honum, snýr hann inn að markinu í fjærhornið og það er Ólafur Karel sem að vinna skallan en nær ekki að stýra þess á markið. Og markspyrna. En finnst mér markmaðurinn ekki vera samferðandi enn í markinu sko? Nei. Svona framan af leik, þegar skotin voru máttlítil frá Skagamönnum þá leita hann vel út. En svona þegar að meira reynir á. Eins og til dæmis í fyrsta markinu er hann hérna einn með Sigur Hrannar og inn í marktegnum og Sigur Hrannar hefur betur þar. Hörku stemming í stúkunni og Gísli Laxdal vinnur boltan hérna en missir hann út af. Aron Snær Ingarsson. Já, hann kom sprækur inn í bikarleikin á dögum. Já. Hörkukraftur í honum og áræðinn og skoraði mitt mark líka í síðasta deildarleik gegn K.A. Þetta er einmitt einn af þessum ungu strákum sem að Eyþór kom út af núna. Ekki? Það er Gísli Laxdal Unnarsson var virkilega sprækur hérna framan að leik sérstaklega. Það er ekki gaman að fara út af í svona leik, maður sér það alveg, menn er ekkert en virkilega góður kraftur og svo er hann bara orðinn stór og sterkur og fljótur þannig að hann er mjög spennandi leikmaður. Þá fer Eyþór hérna yfir á kantinn. Já, Aron Snær kemur í fremstu vílinu með Sigurði Hrannari. Sigurður hann er mikill í baráttu en Lett
Kemur honum tilbaka á Lámets. En síðan yfir á Letter. Petrúnin sækir hann. Þetta Skagamenn að loka vel á þá hérna. Og Lámets smá vandræðum. Aron pressar á. Boldvei núna sem að reynsa síðan frá. Og frábær pressa hérna hjá Jóni Gísla. Fullt af Skagamönnum í teiknum. Sendingin ekki góð. En Holodov setur hann aftur fyrir. Gaman að sjá, þarna voru bara 4 gula treyjur í teiknum. Aðeins betri bolti, það hafði verið góður möguleiki. Það Brynjar Snær sem að mun snúa þetta eina markinu. Og fáum við smá flautukonsert. Fyrirliðarnir kallaði til, voru eitthvað að eigast við þarna í markteiknum eins og stundum vill verða í þessum föstu leikadröðum. Brynjar með spyrnuna, snýst inn á markinu, Poldvíð kýlir þetta frá og það Aron þarna í dauðafæri, þetta ekki búið! Þeir ná að koma þessu frá, Brynjar Snær síðan í skotið en Poldvíð vel staðsettur og þetta var mikill darraðadans. Ég þetta efast meira en markmann, það gerði stórvel hana. Já. Benjamin skallar hann upp tegnatur. Algjörlega. Og svo vera hana. Og þessi varsla hjá honum vel staðsettur og næra að halda boltanum sem var mikilvægt. Holodov að reyna að spila út beint á Martein, ekki í fyrsta skipti, sendingin inn fyrir og Sigur Hanna, hann tekur eina snertingu, lokar færinu en aftur Poldvíð. Að finna fjölna sína þarna. Góður bolti frá Marteini hann í gegn. Já, en sendingin frá Holodov, eina ferðin enn, ónákvæm. Og þessi, hann lokar færinu svolítið, en Poldvíð gerir virkilega vel í að fylgja honum þarna og loka á hann. Það Brynjar Snær með spyrnuna, snýst inn að markinu og þarna það sennilega var það Aron Snær sem að skalla hann fram hjá. Ídraði bolti á Brynjari. Það var góður bolti á Brynjari. Getur tekið nokkra tilraunir að stilla sig af einmitt hvernig þú nýtir vindinn. En hann verðist vera komin ágætlega á bragðið með það. Lámets á Holodov. Holodov síðan bara með spyrnu eitthvað. Honum virðist ekki líða vel heldur að spila boltanum út. Nei, hann er búinn að vera í tómu brasi. Sigur hann að næra snúa hérna. En vinnur hann að innkast. Jón Gísli á Sigur fær hann aftur, reynir að finna Sigur aftur. En þetta hendar í innkasti sem að gestirnir fá. Skagamenn búinn að vinna boltan aftur. Aron að sleppa í gegn hérna. En Holodov kemur þessu frá. Já, nú erum við með talsverða yfirbörð í þessu leik. Það bara spurning hvenær næsta mark kemur. Já, eins og við segjum það væri mjög ljúft að taka með sér aðeins fleiri mörk í seinni leikinn. Já. Jón Gísli gerir þetta vel, reynir fyrir gjöfina, Holodov fyrir, kemur þessu frá og Led reynir síðan að finna Komov, gengur vel. Petrúnin út til hægri, Mikael les þetta vel og hver að þetta innkast, það eru gestirnir. Petrúnin spilar þessu inn á Led. Hann gerir þetta vel. Skemmtilega gert. Þetta frábær sending í gegn. Benjamin reyndar vel með á nótunum. Lykil tækling hann hjá Benjamin. Megi ekkert tapa einbeitingunni. Þetta greinilega sprækur fótbolti sem strák hann nr. 20. Já, hrifinn á honum. Það vel gert hjá Benjamin hann. Já, mjög svo. Hann mitt hlaut Kiddabikarinn núna á lokávegi Akranes. Já, akkurat. Já. Hann eftirsóknar titil. Marteinn fer á stað og brotið á honum síðan. Ráða illa við hann. Þá tilbúin skipting hjá
hjá gestunum. Leikmann númer 4 Krúgloff að koma inn á. Það er að sjá fyrir hvern. Og kemur Brynjar Snær með boltan hérna. Gaman að sjá að Skagamenn að sækja á mörgum mönnum. Brynjar Snær kemur sér í smá vandræði hérna. Og það Pajumets sem að brýtur á honum. Brynjar spilar sér bara tilbaka. Óskar horfir fram á við, finnur Brynjar Snær sem að nær síðan að reynir að setja hann upp í hornið á Eyþór. En Letter kemur þessu frá. Sigurður Hrannar kemur hún á Brynjar Snær. Brynjar kemst upp í hornið hérna, en í góði fyrirgefa stöðu, kemur með hann inn á teginn. En þeir ná að hreinsa þetta frá. Letter út á Jónas. Hann finnur Kromloff og boltinn síðan út af. Þá kemur væntanlega skiptingin. Krúgloff að koma inn á fyrir Jónas. Og Krúgloff kemur í hægri bakvarðarstöðuna sýnist mér. Og Letter færður fram á kantinn. Petrúnin smá. Benjamin vel með á nótunum, náðu að koma þessu frá. Petrúnin síðan í baráttunni. Eyþór vinnur á hann og boltan. Eyþór tilbaka á Mikael sem að leggur hann svo áfram á Óskar. Óskar á Ólaf. Kemur smá pressa þarna voru Pajumets, en það ekkert sem að Benjamin ræður ekki við. Finnur Martein, hann að Jón Gísla sem sókndjarfur hérna í síðari hálfleiknum. Og allt svo sem líka í fyrri. En þessi strákar í alveg hörku fínu formi. Já. Kemur kastið inn á Eyþór, en það er óvinarlega. Má ekki hrósa þeim of mikið. Nei. En reyna þeir að spila sig út úr þessu. Petrúnin. Það er nú tæft allt saman. Já, mjög. Bjargast hjá þeim. Svolítið. Þangað til að Marteinn kemur og tekur boltan. Brynjar Snær síðan vinnur hann almennilega. Kemur hann tilbaka á vörnina. Eyþór fellur hérna við. Fær aukaspyrnu. Það nú valla að Aron Bjarki hafi snert boltan í síðari hálfleiknum. Nei, ég held bara ekki. Getur verið einmannlegt starf. Það vera markmaður. Það vera markmaður í góðu fótboltaliði. En það er Jón Gísli sem á að taka þessa spyrnu og snýra hann væntanlega. Þetta er bara einmitt að líka setja hann þannig að hann hitti á ramman. En Jón Gísli kemur með hann hérna inn á svæðið og þetta er rétt framhjá. Var þetta ekki varnarmaður sem að skalla hann? Ég sá ekki hver það var sem átti skallan. Getum kannski séð það aftur. Sjáum þetta hérna. Þetta það er nú hérna Lett sem að snerti boltanum, hvort hann fer af síðan Skagamanni og aftur fyrir. En það er einn Skagamaður sem að liggur hérna á vellinum, Mikael. En þeir halda sókninni áfram, Kromloff. En þeir bara gengur illa að brjóta þessa Skagavörn á bak aftur og Óskar með slaka sendingu út til vinstri. Mikael svona ennþá eitthvað aðeins að kvenka sér. Mikael búinn að vinna boltan og vinnur síðan innkast. Aron Snær fær mann í bakið þarna. Er það ekki rétt hjá mig líka meðan Aron Snær? Er þetta ekki strákur sem er einmitt sóttur? Ungur efnilegur strákur sem er sóttur hingað? Jú, gott ef hann kom ekki frá Fram. Getur það verið, er það ekki? Jú, það getur passað. Jón Gísli tekur, þeir taka þetta stutt. Jón Gísli síðan með vinstri inn á fjársvæði. Þar eru menn og
Holdví út úr markinu, en það var varnarmaður sem skallaði þetta aftur fyrir. Fínn bolti hjá Jóni. Það er hérna smá árekstur. Lámets fekk markmanninn sinn í nakkan. Spyrnan snýr þetta inn að markinu og þetta endar í netinu. Brynjar Snær Pálsson, 3-0. Þú baðst það, Andri, að þeir myndu testa markmanninn og þetta var test sem hann bara féll á. Já, þetta er bara... Ég hugsa að Brynjar hafi verið að reyna þetta áður, en nú tókst það sko. Já, Brynjar Majó. Og við fáum að sjá þetta eftir, hann er ekki sáttur með þessi núna, held ég, Holdví í markinu. En eitruð hornspyrna og þetta er náttúrulega ekta við þessar aðstæður. En kemur spyrnan frá honum. Við mistum að því eða hvað? Já. Mistum að því sjónarhorni. Mannleg mistök, það er bara svolítið sem það gerist. Kemur fyrir á Besturbæinn. Það gerir það. En 3-0 og bara óska staða heimamanna hérna. 20 mínútur eftir. Já. Var það freki okkur að vilja eitt í viðbót? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega menn eru góðu vanir sko. Benjamin skrikar aðeins fótur hérna en næra bjarga þessu. Ólafur sé með langan bolta upp í hornið. Jón Gísli nær að halda aðeins inn á. Virkilega vel gert hjá honum. Nær fyrirgjöfinni. Beint í Holodov. Þeir koma þessu frá. Já, þetta er... Mér finnst allavega, eins og við segjum, við sögðum fyrir leikin hérna, við rennum mjög blind í sjóin með þetta. Virðist vera að Skagaliðið sé að standast þennan samanburð virkilega vel hérna í þessum leik. Algjörlega. Og ég held að geti verið bara bjartsýnir á framhaldið. Já. En það er ábyggilega allt annar mála að fara síðan til Íslands fyrir síðari leikin. Já, svo getur það breyst mikið. Það er allt önnur reynsla eflaust eftir langt ferðalag. Já, og að þess að vera vissum að hvort að þeir spila á gervigrasi ekki, að þá spila þessi strákar líka á gervigrasi nánast allt árið sko. Já. Aron. Það ætti bara kemur honum á Brynjar, þetta er vel gert hjá Petrúnín, vinnur boltan þarna fyrir fram að tegin. Letter síðan með slaka sendingu til hægri og Skagamenn fá innkast. Brynjar á Mikael, þetta er ágætispressa þarna hjá Kromlof og Letter. Þetta er ágætlega spilað og það er bara skota löngu færi á móti vindinum hérna Krutogolov. En Aron búinn að vera virkilega öruggur í markinu í dag. Vel staðsettur og öruggur í sínum aðgerðum. Kemur síðan löng spyrna hjá honum beint á Holodov en hann finnur bara Aron Snæ. Marteit kemst fram hjá Holodov. Það hangið í honum en Holodov er svona innan skekkjumarka virðist vera en það er hornspyrna og það er bara stór hætta. Já. Brynjar Snær. Nú viljum við bara fara nákvæmlega bolta. Já, það verður mjög vel þegið. Það eru fleiri en við sem vilja fleiri mörk. Já. Gríðarlega ánægður með mætinguna og lætin í stúkunni. Þetta er lægri bolti, Eyþór við það fleyt honum áfram. Þeir ná að verjast þessu. Marteit búinn að vinna boltan aftur og brotið á honum eða hvað? Nei. Brynjar Snær dæmdur rangstæður. Já, Brynjar Snær er dæmdur hérna að koma úr rangstöðu. Já, mér finnst það pínu segja sér sjálft ef að Marteinn hefur gefið boltan eða komið við hann, að þá er brotið á honum. Já. Fyrst hann dæmir ránstöðu, sko, þá metur hann þannig að hann hefði gefið hann. Hér er Holdví að koma sér í vandræði, næra að bjarga sér. Petrúnín síðan út á Krúglov með slaka sendingu fram.
geta hendt þarna og æstarnir koma út með boltan. Krutogolov finnur Komlov en Benjamin kemur þessu frá. Petrunin á Led, hann tilbaka á Holodov, Järve, aftur á Led, tilbaka á Lámets, sendinguna yfir á Ledder, aftur á Lámets, eru rekni bara tilbaka, Holdví undir pressu, kemur honum á Led, en Ólafur Karel virkilega sterkur þarna saman líkamlega yfirbyrði, finnur sigur sem leggur hann inn fyrir Aron en Holdví vel vakandi þarna og þurfti að vera. Já, það var góð tilraun. Ólafur Karel gríðilega sterkur þarna á miðjunni. Vinnur boltan vel. Þessi var klobbi. Já, það var skemmtilegu klobbi hann. Og hann náðist á filmu því miður Brynjar. En vandræði síðan hjá gestunum. Ætli það sé kuldinn sem að fara með það hérna? Ég veit ekki, eða grasið. Nú veit ég ekki hvort það sé kalt í Íslandi eða hvað, en þeir virðast ekki sterkur hérna. Lámets næra að verða fyrir þessari sendingu. Ég held nú reyndar að Aron hafi verið kominn í rangstöðu hvort þið var. Komlov á Petrunin. Hann leggur hann út til vinstri á Krutogolov. Krutogolov nálgast vítategin. Hann fer í skotið. Hann átti nú eitt hérna ansi vígalegt skot á hann. Greinilega mikið fyrir að skjóta á markið. Brynjar sér hlaupi hjá Sigurður Hrannar. Þetta er erfitt við að eiga með vindinum. Fín hugmynd samt. Og þá eru gestirnir að undirbúa aðra skiptingu. Hvað? Kruglov, sendingu beint á Mikael, Eyþór leggur hann tilbaka á Brynjar, Brynjar aðþrengtur hérna umkringdur bara og Komlov komst út með boltinu, Ólafur Karel bjargaði þessu. En það má náttúrulega ekki, sko, þegar við erum að tala um þetta lið, þetta er virkilega sprækir strákar, efnilegi strákar, maður má ekki gleyma að tala um þjálfarana í þessu samhengi líka. Sigurður Jónsson, Elínberg og Sveinsson eru búin að vera náttúrulega að gera, þeir hljóta að bera töluverða ábyrgð á þessu velgengni. Þeir virðast ná mjög vel saman. Já, og ná einhvern veginn líka að bara fá strákarna með sér í þetta. Já. Ólafur Karel snýr missir boltana aðeins en Jón Gísli læra hann síðan, reynir sendingunni inn fyrir, en þetta er mjög erfitt við þessar aðstæður. En aftur áhugaverð hugmynd, virkilega gaman að fylgjast með Sigurði Hrannari, hlaupin sem hann tekur án boltans. Já, hann er greinilega góður að lesa leikinn, sko. Já. Hann tekur þessi hlaup sem hann á að taka, sko. En eins þú talar um þjálfarna, þá er þetta svona svolítið nýi skólinn og gamli skólinn, sko, að hittast, sko. Já. Og það er bara mjög góð blanda. Já, það verið störa. Eyþór tilbaka á Mikael, þetta er skemmtilega að spila. Sigurður Hrannar kom úr rangstöðu þarna og aðstoðardómarinn algjörlega með það á hreinu. Þá er skipting, það er Freiberg sem kemur inn á fyrir Pajumets. Nýjan kemur inn á, spurning hvort það er, hann rekur Komlov tilbaka. Nýr maður upp á topp, Freiberg. En náður þessi skagapressan, hvernig þeir ná að þrýsta þeim. Annarkvort er hún að virka vel eða eistarnir ekki að ná að spila sín á milli nógu vel, sko. Aron flyttir þessu áfram út af, já, réttur rúmar 11 mínútur eftir. Vænleg staða, Komlov núna komin aftur á völlinn. Reynir að stinga honum inn fyrir á Freiberg en í varnarmann. Benjamin finnur Aron sem að snýr glæsilega hérna. Þetta er frábærlega gert hjá Aroni. Já. Hann reynir síðan að finna Eyþór sem að tekst, en Eyþór rangstæður. Þessi snúningur hjá Aroni algjört augnakonfekt. Sterkur síðan stendur af sér
á við en Eyþór hérna í rangstöðu. Mér finnst við mættum setja bara aðeins meiri pressa á það, sko. Já. Þeir eru mjög óöruggir þarna baka til og... Já, þeir hafa verið það. Mikael með innkastið, Sigurður Hrannar búinn að vinna boltan hérna. Komlov gerir vel, kraftur í þessum strák. Þyngdarpunkturinn náttúrulega bara í ökklunum á honum einhvers staðar. Og Brynjar Snær keyrir hann síðan niður. Og þá skipting hjá Skagamönnum. Það Aron, nei fyrirgefðu. Hver það númer 19? Þetta Gylfason? Gylfason? Það ekki? Jú, jú. Marteinn átt mjög góðan leik. Já, Marteinn er búinn að vera virkilega góður. Já. Skoraði 1 mark, nálægt í að skora annað. Já. Getur verið stoltur á sinni frammistöðu í dag. Elís Dofri Gylfason kominn inn á. Sigurður með frábæra sendingu hérna. Eyþór nei, hann nær ekki almennilega valda boltanum. En Sigurður gefur það gettir. Eyþór með skotið og þetta varið. Frábært skot hjá Eyþóri. Óheppinn að ná honum ekki með sér þarna, síðan það Sigurður sem vinnur boltan aftur og Eyþór bara fyrsta sem hann hugsaði bara í skotið og þarna varði Pölvi mjög vel og enn það Brynjar Snær Pálsson sem að tekur hornspyrnuna. Snýr þetta inn á Marteinn og Sigurður Hrannar þarna í baráttunni nær sennilega skalla á markið en þeir koma þessu frá. Erfitt að sjá þetta í þvögunni. Stór hættulegi boltar frá byrjunina. Já. Lárbolti núna og þessi skallaður yfir. Elís Dofri kemur út með boltan, leggur hann tilbaka á Mikael. Mikael leggur hann fyrir sig, kemur síðan með hann inn í teginn. Aron tekur hann niður, leggur hann út á Ólaf sem að fer í skoti en það himinn átt yfir. En allt gert rétt fram að því. Sýndist beggi vilja Ólafur Karel hallast aðeins yfir boltana á. Já. Svona sennilega gert sjálfur. Já, alveg pottþétt. Tvöföld skipting framundan hjá gestunum. Elís Dofri við það að vinna boltan hérna. Fræberg með slaka sendingu og Brynjar Snær. Já, hann inn í gegn. Sendinguna í gegn á Aron Snær, ég segi Ingason. En erfitt að hann rennur vel með vindinum. En hugsun góð að setja hann með í jörðinni. Já. Það er svona líklegra, sko. Kemur Eyþór, stingur honum upp í átna á Sigurður Hrannar sem að reynir að finna Aron og Aron með skot. Bara í hliðanettið. Það vantaði ekki mikið upp á. Sjáum þetta aftur. Sigurður Hrannar að leggja upp hérna færið í annari tilraun. Dauðafæri. Og þetta dauðafæri algjörlega. Elís Dofri með fína pressu. Og kannski ætlilega að taka fram að ég ætla mér hérna eftir leik að bregða mig niður á völl og reyna að heyra í allavega þjálfurinn Skagamanna hérna svona og heyra hvað þeir eru að hugsa eftir þennan fyrir leik.
hvaða möguleika þeir sjá í seinni leiknum. Hér Brynjar Snær að vinna boltan. Petrunin pressar á hann, skot í hendina og það víti. Þessi bolti í hendina á Lámets sýndist mér. En Brynjar að vinna boltan hérna á mjög góðum stað og gult spjald á loft á Lámets. Og það Sigurður Hrannar, við sjáum þetta aftur hérna, hendin vel úti og dómarinn virkilega vel staðsettur sem hefur nú eiginlega ekki stigið feilspor í þessum leik. Já, rétt hjá þér, hann gjörsamlega verið frábær. Færeyingar megi vera stoltir af þessu tríói hérna. Og Sigurður Hrannar, nú erfitt að fá boltan til þess að tolla á punktunum. En Sigurður klár, getur bætt við 4. markinu hérna. Sem að gerir af gríðarlegu öryggi Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Leiðist þetta ekki 4-0. Bara virkilega góðu leikur hérna hjá Skagamönnum og hver veit nema mörkin verði ennþá fleiri og það skipting. Það leikmaður Sarajev, nummer 99, Sarajev að koma inn á fyrir leikmann nummer 18, Letter og síðan að koma Voilenko, kemur inn á fyrir Lett sem við erum nú búin að vera að heillast af hérna. En já, svona ljósasti punkturinn í þeirra liði í dag. Já, hellingsbolti í honum. En kannski hefur átt í erfiðleikum líkamlega, við syns að ráða við líkamlega styrk Skagamann inn á miðsvæðinu sérstaklega. En þá pressa Skagamenn en Krúglov á Petrunin leysa þetta ágætlega núna. En síðan Eili Stóri dæmdur brotlegur. Molotov úti vinstri á Järve. Hann á varamanninn Voilenko. Hann með slaka sendingu, Ólafur Karel. Jón Gísli með góðan snúning hérna og vinnur innkast. Ég ætla kannski að gefa þér ágætis fyrirvara á það. Það er nú vaninn, Andri, að sérfræðingur í setti fær það hlutverk að velja mann leiksins úr liði heimamanna. Hér Eili Stofri að sleppa í gegn. Eili Stofri lyftir yfir. Óheppinn hérna, hittir ekki markið. En þarna var hann alveg grunsamlega einn á ferð. Eyþór með sendinguna inn fyrir og nær bara ekki að stýra þess að markið. En já, ég ætlaði bara að vara þig við, Andri. Þú munt fá það hlutverka þannig að ég gefi þér nokkra mínútur til að hugsa málið. Ekkert mál. En þegar við komum í uppbóta tíman þá mun ég inna þig svars. Og, það eru ýmsu að velja. Já, nákvæmlega. Ég held það nefnilega. Þetta getur svolítið erfitt fyrir þig. Þess vegna ákvað ég að gefa þér smá fyrirvara. Akkurat. En snöggir að taka þetta en ofsnöggir að mati dómarans. Petrunin undir pressu frá Sigurður Hrannari. Järve lyftir þessu hérna upp í vinstra hornið en út af og of langt fyrir Sarajev. Þetta stutt Jón Gísli tilbaka á Benjamin. Hefur ekki mikið reynt á þá í vörninni í dag en það sem þeir hafa þurft að bregðast við hafa þeir gert ágætlega. Já, það var svona helst í fyrri hálfleik svona eftir þeirra eigin slæmu sendingar út úr teig og svona sem að skapaðist einhver hætta en annars ekki teljandi sko. Sigurður Hrannar setur hann hérna út til hægri og Jón Gísla og enn við með 5 gula treyjur og Eyþór missir af honum, Brynjar missir af honum, Sigurður Hrannar í skotið þegar hann kasta sig fyrir. Það er rangstaða dæmt. Gríðarlega að sjá það á 88. mínútu þegar kemur krossa skuli 5 Skagamenn vera mættir inn í tegin. Algjörlega. Til þess að ráðast á boltan. Já, til fyrirmyndar. Þetta en í baslið maður sér að svona líkamstjáningin hjá gestunum náttúrulega þeir eru sigraðir algjörlega. Já. Og en svo veit maður aldrei hvað gerist sko, hversu mikil sveiflan getur orðið í þessu.
fyrir seinni leikinn. Nei, en svona með við þennan leik þá megum við búast við að fá annan Evrópuleik á Skagan hérna. Já, það er svona stefnir allt í það og þess að við viljum svona jinxa það. En kemur sendingin sem að Benjamin Aron fær að snerta hann hérna, lyftur honum til vinstri á Óskar. Freiberg pressar á hann, Óskar finnur Elís Dofra sem tekur vel á mót honum hann og heldur boltanum og fær svo missir boltan út af. Já, hann ákvað nú að láta hann njóta af avans hann eða 2 mínútum bætt við. Sigurður Hrannar er ekkert að gefa þetta strax. Gríðarlega grimmur hann Sigurður. Fer fyrir sínu liði. Já, virkilegur hugur í Sigur í dag og búinn að fá 2 mörk og þetta er toppmálum sko. Já, það er alltaf gaman að sjá líka fyrirliða sem að fara bara fram með góðu fordæmi og toga sitt liðið áfram. Við þekkjum það nú, Andri. Já. Oftast frekastir og háværastir. Já. Þannig að hann skilja því verki vel í dag. Já, 2 mínútum bætt við. En ég þarf að fara inn núna að fá bara svar og dóm, Andri Júlíusson. Búinn að hugsa þetta aðeins og margir staðið sér mjög vel en mér finnst Brynjar Snær Pálsson að hafa svona pínu skara fram úr í dag. Já, þar hafið það IATV leikmaður, maður leiksins. Brynjar Snær Pálsson vel að þessu kominn. Hér kemur sendingin inn fyrir og Poldví í smá vandræði. Þetta gerir hann nú nokkuð vel. Snirtilega gert hann. Já, listi þetta vel. Þráttur að hárgreiðsluna hjá Brynjari, þá fær hann útnefninguna. Það er eiginlega eina sem er hægt að setja út af þá. Já, en ég eins og ég segi, það styttist í það að ég breiði mér út á völl bara þegar að flauta er af og þá ætla ég að stökkva á stað. Og ná spjalli við á Elín Berg og Sigga eða annan kon þeirra. Sjá hvað hér er ekki dæmt. Uppbóta tíminn við það að vera búinn hérna. Brynjar horfir fram á við, leggur hann út til vinstri og þá er bara flauta til leiksloka. 4-0 sigur, frábær frammistaða heimamanna og gott veganesti fyrir síðari leikinn. Hérna Andri, ég ætla bara meðan við erum hérna saman að þakka þér kærlega fyrir aðstofan í dag. Þið kíkið á mörkin og rifjið þau upp á meðan ég stekk út á völl og við klárum þar.
Jæja, hér er komið með Sigurð Jónsson, annan þjálfara Skagamanna. Þið hljótið að vera sátti með þessa frammistöðu og þessi úrslit. Já, úrslitin frábær, 4-0. Sérstaklega mér fannst við vera solid varnarleik, kannski fyrir utan 1-2 atriði í fyrri hálfleik sem við geta bjóða upp á mistum boltan á hættulegum stöðum en heilt yfir leikinn þá vorum við með solid frammistöðu, erfiðar aðstæður þannig að vorum stundum aðeins að svona smávantaði fókus, kannski spá pínlítið stress í strákunum en dugnaðurinn og vinnuseminn og skora 4 mörk og halda hreinu er ekki hægt að kvarta yfir því. Þetta er náttúrulega mjög gott veganesti inn í síðari leikinn. Hvernig aðstæður eru að fara út í þar? Veistu hvernig það er? Eru þeir að spila á gervigrasi? Já, þeir eru á gervigrasi og við erum flottir á gervigrasinu, þannig að við förum í það bara með sama hugafar að vinna þann leik. Vissuð þið eitthvað um þetta lið áður en að þeir mættu og sýndu ykkur hvernig þeir spila fótbolta? Nei, alls ekkert. Við höfum bara ekkert verið í því að einbeita okkur mikið af andstæðingunum. Við erum bara að einbeita okkur af því að gera þessa leikmenn betri og fókusera á okkur sjálfa, okkar lið, hvernig við viljum spila og skapa vandamál fyrir liðin sem við erum að fara að mæta. Það er það sem við erum, sóknarþengjandi lið og við viljum vera það áfram. Herðu, þá segi ég nú bara góða ferð og gangi ykkur vel í Tallinn. Já. Og takk fyrir skemmtunni í dag. Já, takk fyrir. Þá held ég að við förum að segja þetta gott hérna á Norðurálsvelli. Það er svona meiri vindur heldur en maður gerir sér grein fyrir. En Örn Arnársson heiti ég og með mér í lýsingunni í dag var Andri Júlíusson. Ég þakka honum kærlega fyrir samveruna í því. Arnar Óðinn Arnþórsson, Friðrik Berg Sigþórsson og Hjalti Sigurbjörnsson voru á myndavélunum hjá okkur í dag, stóðu sér frábærlega og síðan Snorri Kristleifsson og Ingimar Elvar Ágústsson í útsendingastjórninni. Stór dagur fyrir okkur, mögulega fáum við annan Evrópuleik hérna á Skagann eftir ekkert allt of langan tíma, við vonum það, en þangað til næst ætla ég að minna ykkur á það að við eigum öll bara eitt líf. Takk kærlega fyrir að horfa.